Það ekki nema hörðustu handboltaáhugamenn sem nenna að vakna miðja nótt, keyra út á Keflavíkurflugvöll og fljúga síðan til Frakklands til að sjá einn handboltaleik. Þeir sem hafa engan áhuga á íþróttinni skilja þetta örugglega ekki. Eftir því sem á leið keppnina magnaðist stemningin heima á Íslandi. Gull var fyrsta sinni í augsýn og þegar kom að sjálfum úrslitaleiknum flykktust handknattleiksunnendur utan í dagsferð til Parísar til að fylgjast með herlegheitunum í Bercy-höllinni. Stórglæsilegri íþróttahöll í miðborg Parísar, þar sem 14.000 áhorfendur fylgdust með úrslitaleiknum, þar af 400 Íslendingar sem komu gagnger til þess. Nokkuð sem menn frá öðrum þjóðum áttu erfitt með að trúa, kannski sérstaklega vegna þess að leiknum var sjónvarpað beint til Íslands. Athyglin að úrslitaleiknum var að sjálfsögðu geysileg. Það komu 100 Íslendinga út gagnger til þess að horfa á þann leik og ég hef oft verið spurður hvort þetta hefði ekki sett mikla pressa á okkur, en það var síst raunin því að við vorum búin að tryggja okkur sæti í A-keppni og það var einstakt að fá að spila úrslitaleikinn. Það var einstakt tækifæri. Þannig að þessi fjöldi sem kom út og studdi okkur og auðvitað allir sem voru að fylgjast með keppninni heima, að það var eingöngu hvatning fyrir okkur og ég held út af fyrir sig að það hafi skipt sköpum eins og svo oft áður þegar íslenskir áhorfendur eigi hlut. Nú það var jafnframt stór hópur sem fylgdi okkur alla keppnina og hann stóð sig náttúrulega eins og best væri ákosið. Við vorum sem einn maður hérna allt mótið, þetta er langur tími, við erum hérna úti í 16 daga og það skilaði rosalega miklu að hvað við vorum svona glaðir allir, höfðum gaman að þessu og þetta var eiginlega bara svona hálfparti skemmtiferð sko. Menn gerðum grín saman og menn voru að segja brandara og svona og í staðinn fyrir svona oft og tíðum í svona þungum erfiðum ferðum og þá eru menn svona mjög þunglitir og einbeitir allan tíman. Og þá dragast menn kannski inn í svona þyngri hugsun sem skilar sér kannski í lélegri handbolta. En það er en þarna núna við bættum okkur allt mótið hérna í Frakklandi út af leikliði. Það var hver öðru leikur betri og svo náttúrulega endaði þetta með þarna stórkostlegu leik á móti Pólverjum. Og þegar komum við til Frakklands þá er oft erfitt í fyrsta leikans á móti Búlgaríu, þá þeir leika mjög hægan handboltaleik en það tókst að vinna samt sem áður stórt. Nú þeir klára Kúveit mjög vel og síðan kemur leikur á móti Rúmeníu sem ekki vinnst, þannig að næsti leikur eftir sem er leikur á móti Þjóðverjum er sá leikur sem að skipti sköpum fyrir íslenska liðið og sá leikur vinnst og þessi leikur mun verða eflaust hafður í minnum manna að þetta er sá leikur sem að er eiginlega tímamóta leikur fyrir íslenska handbolta. Þarna skapaði liðið sér möguleika að leika til úrslita og til þess þurfti að vinna bæði Sviss og síðan Hollendinga stórt. Nú strákarnir þeir kláruðu þetta og það sýnir að þarna eigum við eða áttum íþróttamenn á topp heimsmælikvarða. Og úrslitaleikurinn sjálfur líður þeim seint úr minni sem sáu. Og hér flautuðu júgóslavnesku dómararnir til leiks. Úrslitaleikurinn í B-keppni heimsmeistaramótsins er hafinn hér í París. Og það eru Pólverjar sem hefja hér leikinn. Það er sjálfsagt að gefa góðan venda, númer 8, góða gæturliði Pólverjar. En hér er tekið hressilega á móti Blehoks, hornamanninn númer 6, aukakast. Númer 10 er Davidsjók og hér er Venda búinn að senda boltan til vinstri. Við eigum þennan boltan. En júgóslavnesku dómararnir dæma aukakast á Geir Sveinsson.
hér kemur Davidsson aftur og enn aukakast. Og hér reynaði línusendingu og missa boltan. Og fá aftur aukakast. Við sjáum varamannabekk Íslendinga. Og hér varði Einar, en hvað skeður hér? Hann varði aftur. Einar varði hér frá Milusinski úr horninu. Frábært, góð byrjun. Góð byrjun. Og þá kemur fyrsta íslenska sóknin í þessum úrslitaleik. Kristján Arason, Bjarki Sigurðsson fyrir hægra hornið. Á miðju nummer 6, Sigurður Gunnarsson, vinstri með hann, Alfred Gíslason, vinstri horninu Guðmundur Guðmundsson. Og inn á línunni Þorkell Sóknar fyrirliði. Alfred, Sigurður, Kristján. Þessa leikavörn kannustu við úr fyrir leikjum og hér kemur Sigurður á Kristján og hann er skotamann! Kristján Arason skorar hér, fyrsta markið í þessu leik. Stórkostlegt mark. Það er gaman að sjá þessa leikaferð. Hér gegnum rétt, hraðið kemur rétt, boltinn kemur á Kristján og bangir frá hornið. Frábært, óska byrjun, 1-0. Lára Önnursson, Pólverja. Hér kemur Bóðar Venda og hann er skot í stöngina. Pólverjan á boltanum aftur og Kristján Arason harður fyrir vörðinni. Já, þetta líka mér að sjá. Kristján tók hér Stusinski, nummer 7. Hóvar hátt í loft upp. Og aftur fáið þeir aukakast. Pólverjan hér. Og fyrsta áminningin. Þetta er allt í lagi. Og hér varði Einar enn einu sinni. Kristján og Guðmundur og vítakast. Við fáum hér vítakast. Brotið á Guðmundi Guðmundsinni og sjáu þið stemninguna á áhorfendapöllunum. Íslendingar stela senunni bæði á vellinum og utan hans hér í íþróttahöllinni í Bercy í París. Markvörður Pólverja er Víslav Goliat en það eru stóra stæðinni Sigurður Sveinsson sem skorar úr vítakastinu. Örum vítaskipta Sigurður Sveinsson 2-0 fyrir Ísland. Brumuskott. Þetta er gaman að sjá. 2-0 fyrir Ísland. Tæpar 4 mínútur liðnar af þessum úrslitaleik hér í París. Þeir eru harðir í vörninni nú strákarnir. Hér fær Guðmundur Guðmundsson áminningu. Áhorfendur bú á dómarana. Aftur fáður aukakast. Komast lítið áriðs nú Pólverjánu. Hér kemur Alfred Gíslason vel út á móti Stusinski. Þetta er á miðjunni hjá Pólverjum. Þetta er Stusinski og hann skorar. Hér skoraði Spignum Stusinski. Fyrsta mark Pólverja. 2-1. Ísland 2, Pólland 1. Og nú keyra þeirra frákvæmdir Sigurður Kristján. Sigurður aftur aukakast. Þorkell Sóknar tekur aukakastið. Guðmundur Guðmundsson, Alfred, Sigurður og Kristján. Alfred er nú komin yfir hægra megin. Og reynir sendingu inn á línuna. Þar var Guðmundur Guðmundsson komin við lið Þorkell Sóknar. Og nú fær Bóðar Venda fyrir liði Pólverja áminningu. Íslendingur aukakast. Alfred! Og hann skorar! Alfred Gíslason skorar hér þriðja markið. Hrein frábært! Óskabyrjun hjá íslensku strákunum hér í Bercy. Stemningin ótrúleg.
Frábært mark hjá Alfred Gíslasyni, 3-1. Og þá eru 6 mínútur liðnar af þessu leik. Hér tók Kristján Arason vel á móti Slusinski, nr. 5. Þeir eru bræður, nr. 5 og 7. Andrés Slusinski og Zbigniew Slusinski. Og þá kemur fyrsta brottvísin leiknum og fyrir henni verður Geir Sveinsson. Hér fer hann að leikvelli, hann verður utan vallar næstu 2 mínútur og Pólverjar fá aukakast. Og nú getur róðurinn orðið erfiður hjá Íslendingum næstu 2 mínúturnar og Héðinn Gilsson kominn inn á, Héðinn Gilsson nr. 14. Harður slagur hann á línunni, Alfred Gíslason og Héðinn Gilsson tóku hann vel á móti Slusinski og önnur brottvísun. Héðinn Gilsson verður að fara að gera leikvelli. Áhorfendur láta óspart skoðun sína í ljós á þessum dómi. Íslendingar fáliðaðir, aðeins 4 útileikmenn eru að reyna að verjast fullskipuðu liði Pólverja. Og það gekk ekki hér. Hér skoraði André Biusinski úr vinstra horninu. Minnkar muninn í 2-3. Ísland 3, Pólland 2. 4 útileikmenn Íslendinga eru nú að reyna fyrir sér gegnum og reyna að komast í gegnum pólsku vörnina. Tókum ekki þarna hjá Guðmundi Guðmundssoni. Það eru 8 mínútur nákvæmlega liðnar af þessum úrslitaleik hér í Bercy höllinni í París. Guðmundur. Þá kemur Guðmundur með skot. Það var hann fær boltann aftur. Og Bjarki Frís og skorar! Bjarki Sigurðsson skorar. 4 Íslendingar gegn fullskipuðu liði Pólverja skora hér. Frábær samvinna hjá Víkingunum 2, Guðmundi Guðmundssoni og Bjarka Sigurðssyni. 4-2. Og þá er Geir Sveinsson kominn inn á aftur eins og sjá má. Íslendingar og aðeins einum leikmanni færri. Og hér er lína á Pólverjan. Það steig á línuna, Andrés Slusinski. Og við fáum aukakast. Einar liggur hér og eftir á vellinum. Það vona ekki hafa komin eitt fyrir hann. Sjáu þetta aftur. Slusinski kom hér inn á línunni. Einar varði vel frá Slusinski sem reyndar steig á línuna, aukakast. Hér skellur Einar harkalega í gólfið. Þeir eru komnir á vettvang, Davíð Sigurðsson og Gunnar Þór Jónsson læknir og formaður landsliðsnefndar. Ísland 4, Pólland 2. Guðmundur Hrafnkelsson er staðinn upp, farinn að hita upp. Einar hljómar hér í þessari stóru íþróttahöll í París. Þetta er hreint ótrúleg stemning, ég hef aldrei upplifað annað eins. Hér í 18.000 manna íþróttahöll í París hljómar Ísland úr öllum áttum. Og Einar Þorvarðarson í staðinu. Hann ætlar að halda áfram. Einar Þorvarðarson. En Guðmundur Hrafnkelsson er viðbúinn að koma inn á ef Einar getur ekki haldið áfram. Og Íslendingar þá lagður af stað í þessa sókn eru enn einum leikmanni færri. Og við skoruðum þegar við vorum aðeins 4 gegn fullskipuðu liði Pólverja áðan.
Og nú hafa Íslendingar fullskipalega nýju. Þorgils Óttari kominn inn og fer inn á línuna. Kristján og Bjarki, Sigurður Gunnarsson og Þorgils Óttar. Það skorar! Þorgils Óttar Martínsen skorar hér 5. markið. Já, þeir eru hreint óstáðandi frábætur okkar í þessum úrslitaleik. Þetta er frábær handknattleikur. Þeir leika hér á Alsholti. Frábær sending og frábær mark. Ísland 5, Pólland 2. Skulum vona að þetta haldi áfram. Hér kemur Bótan Venta og skorar. Þetta er fyrsta mark Bótan Venta í leiknum. Hann hefur verið talinn einn besti leikmaður B-keppninnar og eins og við sjáum er Guðmundur Hrafnsson kominn íslenska markið, kom ekki neinu vörnu við hér. Og Venta hefur orðið fyrir einhverju njafskið. Það hefur verið að huga að meiðslum Einars Þórðarsonar á varamannabekknum. Hann hefur verið nóg að gera, Gunnar Þór Jónsson læknir sjáum gerð. Pólverjar minnka munin í 3-5. Einar hefur greinilega orðið fyrir meiðslum á nýja. Nú, en leikurinn heldur áfram og Íslendingar komnir í sókn. Fyrir Bjarki í hægra horninu. Kristján, Sigurður Gunnarsson, Alfreð, Guðmundur. Og Alfreð, og bláhaldið! Alfreð Gíslason skorar hér 7. markið. 6-3, þetta er annað mark Alfreðs í leiknum. Sjáu þetta! Þau gerast ekki glæsilegir í mörkin en þetta mark Alfreð Gíslasonar. Ísland 6, Pólland 3. Og hér náum boltanum. Þetta er aukakast. Virkilega gaman að sjá strákan í þessu leik. Baráttan er geysileg. Hún geislar af hverju leikmanni. Nú fer Geir Sveinsson eftir varnarleikinn. Sigurður Gunnarsson kemur inn á. Er á sinn stað á miðjunni til að fjórða sóknarleiknum. Hér er Sigurður kominn í 6. Kristján, Sigurður og Alfreð, Guðmundur og Sigurður með skot. Hér náði pólski markvörðurinn Góliat að verja. Og hér kemur Bótan Venta fyrir Pólverja. Róatanum aðeins niður Pólverjan. Skipta leikmenn, beita svipaðir aðferð og Bótan Kovalsek. En hér skorar Zbigniew Stuczynski fyrir Pólverja. Hann gerði þetta mark af miklu harðfylgi eins og sjáum á. Ég er ekki alveg sáttur við þetta mark. Hér kemur 4. mark Pólverja. Ísland 6, Pólland 4. 12 mínútur liðnar af þessum úrslitaleik og hér var Þorgils Óttar Martínsen skell í gólfið. En Pólverja fær áminningu. Það er Stuczynski, númer 7 sem fekk áminninguna og Íslendingar aukakast. Alfreð og Guðmundur og hvað dæmaður? Dæmaður Rauðvíka Guðmundur Guðmundsson. Og Pólverjar brjóna fram. Venta með langa sending út í hægra hornið og þar skorar Zbigniew Leholt. 5. mark Pólverja. Þetta var endstökk sókn hjá Pólverjum og íslensku varnarmennir hugðu ekki að sér. Leholt skorar hér 5. mark Pólverja, 5-6. Og nú leikur Guðmundur Guðmundsson eftir á vellinum. Já, það er hart barist á báða bóa. Íslensku strákarnir gefa sig alla í þennan leik. Ísland 6, Pólland 5 og nú er Bótan, landsliðsþjálfari Kovalsek kominn inn á líka og styður Guðmund hér af leikvelli. Og þá kemur Jakob Sigurðsson inn á í stað Guðmundar Guðmundssonar.
hann að dæma maður. Ha? Það er skandal síðsreitur hérna maður. Og þá Íslendingar lagðar af stað aftur. Kristján, Alfred, Sigurður, Kristján og Alfred. Kristján með skot í bláhóttinn. Já, svona á að skora mörkin. Glæsilegt mark á Kristjáni Arasyni. Frábært mark. Ísland 7, Pólland 5. Og hér tekur Héðinn Gilsson hressilega á móti Davíð Sjúk. Eftir íslensku strákum að brjóta þessa sókn, Pólverja baka aftur. Já, Guðmundur Hrafnsson gerði það. Frábæri markverstu hér. Hér varði hann frá Búkæ. Og nú getum við aukið munin í 3 mörk á ný. Það vil ég gæta sjá. Þorgeir sóknar, Kristján og Alfred og Óttar. Og hér varði Góliat frá Óttari. Hann er farinn að verja þessi Íslam Góliat. Stór og stæðalegur eins og nafnið bendir til. En Davíð hefur oft lagt Góliat að velli. Það hefur sagan sannað og það ætlar litla Ísland að gera hér í Bersi í dag. Við erum búin að ná boltanum aftur, Kristján Arason og Jakob. Og hann skorar! Jakob Sigursson skorar hérna aftur markið. Jakob Sigursson nýkominn inn á stað Guðmundar Guðmundssonar. Skoraði hér úr hraðbrauti. Hér kemur sendingin frá Kristjáni Arasyni á Jakob. Og við erum búin að ná 3 marka forskoti aftur. Þeir leika á allsótti strákarnir okkar hér í París í dag. Ísland 8, Pólland 5. Og þeir náðu boltanum. Og við eigum þeir bolta, Geir Sveinsson, Bjarki. Og hvað þeir að dæma þessi júgoslavnesku dómarar? Dæma aukakast. Vilja láta taka það að háréttum stað. Þá er einhver sentimetra nákvæmni. Og Gunnar Þór Jónsson læknir er enn að huga að meðslun Einars Þorvarðarssonar. En strákarnir okkar komnir í sókn. Alfred, Sigurður, Kristján, Alfred aftur. Sigurður, mannskott, Góliat, Þorgeir Óttar var vel vakandi þarna á línunni. Og Góliat kom ekki neinu vörðu við. 9-5. Ég trúi þessu varna. Þetta er reynd stórkostlegt. Sjáu þetta mark. Óttars Mattísen. Ísland 9, Pólland 5. Og 16 mínútur og 20 sekundur liðnar af þessum leik hér í Bercy, íþróttahöllinni í París. Héðinn Gilsson varðist þarna vel. Það er búið að sjá, við erum búin að sjá frábærar varnarleik hjá íslenska liðinu hér í B-keppninni. Vörnin hefur verið geysilega sterk. Og hér er lína á Pólverja, aukakast. Héðinn og Kristján Héðinn fer að leikvelli. Og einnig Geir Sveinsson, inn á koma Arnfríð Gíslason og Sigurður Gunnarsson. Mótan þykir það affarsælast að hafa þá 3 þarna á miðjunni. Sem er Alfred, Sigurð og Kristján Arason til hægri. Og hér eigum við aukakast eða innkast, það skiptir ekki nokkru máli. Það sama hvort er. Það er innkast. Og sóknin heldur áfram. Kristján, Bjarki og Kristján aftur, hvað gerir hann nú? Upp! Og mark! Kristján Arason skorar hér 10. markið. Það er reynd stórkostlegt að fylgjast með þessum leik hér í París í dag. Sjáu þetta mark.
þrumuskot óverjandi fyrir Goliath. 10-5 fyrir Ísland. Ísland 10, Pólland 5 og það eru enn 12 mínútur eftir að fyrra hálfleik og hér verður Guðmundur Hrafnbjörnsson en ekki síður en skiptið. Hér náði Gregors Súbos boltanum á línunni og hann skoraði sjötta mark Pólverja. Það allt í lagi. Við erum búin að hafa yfirhöndina í þessu leik við Íslendingar og að halda yfirhöndinni. Og hér skorar Alfreð Gíslason. Alfreð Gíslason skorar hér 11. markið. 5 marka munur á ný. Frábært hjá Alfreð Gíslasyni, þriðja markans í þessum úrslitaleik. Ísland 11, Pólland 6. Og hvað skeður hér? Geir Sveinsson var vel vakrandi í vörðinni og einnig félagi hans Jakob Sigurðsson voru verið að fá aukakast. Það er líka allt í lagi. Hér eru bóndan Venda. Hann hefur lítið komist áleiðis gegn Íslendingum í dag. Hvað gera hann nú? Og hér náðu strákundur okkar að stöðva hann. En Þorkell Óttar Matthíasson tókti full harðhendur og honum vikið að leikvelli. Íslensku áhorfendur láta skoðun sína á þessari dómgæslu í ljós með Búi og Bauli sem við þekkjum vel og Laugardalshöllinni heima og Pólverjar missa boltann hérna út af og Íslendingar búin á markmanum aftur. Íslendingar einum leikmanni færri eru nú að hefja þetta sókn. Náðu nú 6 marka forskoti. Nú verður að halda vel á spjóðunum. Sigurður, Kristján. Og nú leika Pólverjar vörnina 4-2 og reyna að klippa það út úr leiknum þá Kristján Arason og Alfreð Gíslason og það virtist nú ganga þarna upp. Íslendingar mistu boltann í þessari sókn. Og þá eru Pólverjar komnir af stað aftur. Pólverjar með fullskipa lið. Og þetta er vítakast við þessu er ekkert að segja. Alfreð Gíslason stöðvaði hér Gregors Súbos á miðri línunni. Og Alfreð hefur greinilega orðið fyrir einhverju meiðslum. Við sjáum þetta endurtekið hér. Hér er Súbos búinn að fá boltann og Alfreð á eftir honum kemur illa niður. Það er nú kannski farið að fara hann. Gunnar Þór Jónsson hefur haft jafn mikið að gera í þessum úrslitaleik eins og strákarnir inn á vellinum. Leikurinn hefur verið stöðvaður. Ísland 11, Pólland 6. Og Alfreð hefur orðið fyrir einhverjum meiðslum á hné. Eins og Einar Þorvarðarsson áðan. Getur Alfreð haldið áfram. Geysilega sterkur leikmaður Alfreð Gíslason. Hann ætlar ekkert að gefast upp fyrir í fulla þefana. En Guðmundur Hrafnbjörnsson er tilbúinn í íslenska markinu og Pólverjar fá hér vítakast. Og það er Zbigniew Duszyński sem skorar hér 7. mark Pólverja úr vítakastinu. Zbigniew Duszyński hefur skorað 3 mörk fyrir Pólverja í þessu leik. Ísland 11, Pólland 7 og 9 mínútur eftir að fyrri hálfleik og hér góma Pólverjar knöttinn og bruna fram og hér skoraði Bóndan Venda 8. markið. Þarna voru greinilega mistök og Bóndan Venda skorar hér annað mark sitt í leiknum eftir frábæri fyrirliði Pólverja. Pólverjar hafa náð að vinka muninni 3 mörk. Alfreð Gíslason fær hér aukakast. Jakob Sigurðsson úr Þorkelsóttar kominn inn og aftur. Íslendingar hafa fullskipa liða 9. Hér
eru Óttar, Kristján og Héðinn! Æjæj, skori hérna að verja. En þetta allt í lagi, boltinn út af. Íslenska sóknin heldur áfram. Alfreð, Óttar og Góliat að verja og hvað? Fá ekki vítakast hér? Jú, við fáum vítakast. Það kemur Sigurður Sveinsson. Þetta var velgert hjá Þorgils Óttar. Pólverjar hafa breytt varnarleikaferð og hafa náð að minnka muninn síðustu mínúturnar og nú skipta Pólverjar markvörð. Marius Dudek kominn en Sigurður Sveinsson tilbúinn líka. Og hann skorar! Sigurður Sveinsson skorar hér. Annað mark sitt úr vítakasti í þessum leik og 12. mark Íslendinga. Þetta mark kærkomið. Þetta frumuskott. Men hann nokkuð séð boltan, hann Marius Dudek í efa það. Ísland 12, Holland 8. Hér Venda og mark. Hér vippaði Ílóm Silki boltanum yfir Guðmund Hafbjörnsson. Eins og við sjáum hér, Guðmundur var kominn oframalega. Þetta var góð sending frá Bótar Venda út í hornið á Ílóm Silki. Ísland 12, Holland 9. Harfurslagur hér, aukakast og einum Pólverja vikið að leikvelli. Og það Gregor Dubos nr. 2 sem verður utan vallar í næstu 2 mínútur. Og nú skulum við bara færa okkur liðsmuninn inn. Við Íslendingar höfum fullskipalið. Jakob, Alfreð, Sigurður, Kristján og mark! Frábært mark! Sannkallað frumuskott hjá Kristjáni Arasyni. Ég veit að áhorfendur hafi séð boltann fyrir nú í hægri endurtekningu franska sjónvarpsins. Ísland 13, Holland 9, 4 marka munur og ný og hér minnka Pólverjar muninn aftur. Nú skora liðið til skiptis að báða bóa. Hér var það endaferðinni Zbigniew Tuszynski. Ísland 13, Holland 10. Alfred Gíslason kemur hér á Bjarki. Og hann fremur skort og þaukir á Kvennafjörðboltanum. Þeir dæma línu og íslensku strákana. Júgoslavnesku dómararnir. Pólverjar gruna fram. Geir Sveinsson kominn inn á í vörðina. Og Jakob, hann náði ekki boltanum hér. Og það dæmt á hér aukakast. Það gerir þeir vísa Jakob af leikvelli. Júgoslavnesku dómararnir. Jakob Sigurðsson verður að fara af leikvelli. Við sjáum þetta aftur. Pólverjar á aukakast. Nákvæmlega 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik hér í þessum úrslitaleik í B-keppni heimsmeistaramótsins í handboltaleik. Ísland 13, Holland 10. Íslendingar einu leikmanni færri. Og þeir missa hér boltann Pólverjar, Geir Sveinsson. Og hvað? Vatnastrákur missa hér boltann líka, þetta hlumt ekki fá. Og Pólverjar komið sókn aftur. Þarna lág okkur eitthvað óverulega mikið á, mikið. Og frábær sending frá Venda og Guðmundur náði að verja. Og sóknin heldur áfram. Tuszynski með sendingun á línuna á Dubos. Pólverjar á aukakast. Bótar Venda og Pleholt í hálfinu og Héðinn Gilsson til varnar og það dæmdur rauðningur á Pleholt. Og snöggur þarna, Héðinn Gilsson sá þetta alveg út.
3,5 mínúta eftir að fyrri hálfleik er í Messi og Kristján Arason missir hér boltann. Og hér er það Bóndar Venda fyrir liðið Pólverja sem að þremur skönd í stöngina og hér skorar Kleholt. Hann náði frákastinu og Spignef Kleholt skorar hér 11. mark Pólverja. Það hefur verið fullt mikið fál á strákunum okkar nú síðustu minúturnar. Það var ekki öfisverður þarna Guðmundur Haftinsson. 13-11, Gíðan Gilsson og Góljand er að verja á beinar boltanum. Það eru Pólverjar. Við verðum að halda þetta út og hvað skeður nú? Æjæj, hér vitnaði Adam Davidsson yfir Guðmund Haftinsson skorar 12. mark Pólverja. Þetta er hreint voðalegt. Pólverjar hafa náð að minnka muninn niður í 1 mark. Og hér skoraðu Íslendingar. Þorgils Óttar Martinsen skoraði hér 14. markið. Við fengum ekki að sjá upplöfið. Kannski kemur það núna, hér kemur það. Hér fær Þorgils Óttar boltann og skorar örugglega hjá Góljand. Já. Hér kom 14. mark Íslendinga. 2 marka munurinn í Ísland 14, Pólland 12. 2 mínútur enn eftir að fyrri hálfleik. Og Bóndar Venda hér á ferðinni, Kristján Arason til varnar og líka Jakob Sigurðsson. Það er mikið atriði hjá íslensku strákunum að stöðva Bóndar Venda. Hann hefur verið aðal driffjöðurinn í liði Pólverja þessari keppni. Og sigurganga Pólverja hefur verið óslitinn allt til þess úrslitaleik hér í París. Og aukakast. Við erum á ráðbóltanum. Kristján Arason. Hvað gerir hann? Hann skorar! Frábært! Kristján Arason runaði hérna og skoraði 15. markið. Já, nú er hendur komið aftur. Ísland 15, Pólland 12. Og eins og sjá má er rúm mínúta eftir að fyrri hálfleik og hér er það Bóndar Venda með skot og brennir upp. Og Íslendingar leggja þá af stað í sókn. En 5 mínúta er eftir að fyrri hálfleik hér í íþróttahöllinni Messi. Það væri óskandi að við næðum nú að auka muninn í 4 mörk svona á síðustu mínútu hálfleiksins. Sigurður Gunnarsson, Þorgils Óttar. Og hann dæmaður þöfnudómarnir aðeins aukakast. Alfreð Jakob, Alfreð Sigurður komið hér í gegn. Og einu Pólverja vikið af leikvelli. Það er Súbos sem er að fara hér öðru sinni af leikvelli, Gregor Súbos. 25 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Og nú vil ég fá mark. Sigurður Gunnarsson, Alfreð Jakob, Alfreð aftur. Var með skot, hún er að verja. Og Pólverjar runa hér fram. Það þarf að stöðva það núna. Nei, það gekk ekki. Það var Andrés Mílosinski, númer 3, sem skoraði hér 13. mark Pólverjar. Á síðustu sekúndum fyrri hálfleik. Það tókst ekki hjá okkur að minnka muninn, að auka muninn á síðustu mínútu fyrri hálfleik. Heldur var það Pólverjum sem tókst að minnka muninn yfir í 2 mörk. Staðan í leiki hér í úrslitaleik. Þessi úrslitaleik gegn þessu heimsmeistaramóti í karlaleik. En það sem Íslendingar hafa gert 15 mörk og Pólverjar 13. Íslendingar hafa haft yfirhöndina allt til þessa í leiknum og vonandi heldur. Velkomnir aftur á orðugóðir í íþróttahöllina hér í París. Íslendingar eru að skora hér og það var Alfreð Gíslason sem var að skora hér 18. mark Íslendingar.
Auglýsingapakkin áðan, klippti leiktíðið og gott betur. Það hefur verið skorað 8-10 fyrstu mínútur síðari hálfleik og hér það átjánda mark Íslendinga sem komið. Íslendingar hafa náð 3 marka forskoti. Ísland 18, Pólland 15. Sigurður Gunnarsson skoraði fyrsta marki í síðari hálfleik strax á fyrstu sekúndunum og Íslendingar komist á 3 mörk yfir en Pólverjar hafa minkað muninn í 2 mörk á næstu sekúndum. Á eftir tvívegis inn á milli þessa marks Alfred Skísmarssonar og marks Sigurðar Gunnarssonar skoraði Sigurður Sveinsson úr vítakasti. En sem sagt Ísland 18, Pólland 15 og það eru 3 mínútur nú liðnar að síðari hálfleik og Pólverjar sókn. Venta reynir að koma boltanum nú línuna en Pólverjar fá hér aukakast hjá júgoslavnesku dómarunum Herbert Jelic og Stefan. Hér er Venta aftur á ferðinu, Geir Sveinsson kemur út á mót honum og hér lokaði Guðmundur Hrafnbjörnsson íslenska markinu. Óttar Venta kom ekki í boltanum fram hjá honum og nú leggja strákarnir okkar aftur á staði sókn. Þetta verða æði spennandi loka mínútur hér í Bercy íþróttahöllinni í París. Ótrúleg stemning eins og við fengið upplifa hér. Sigurður Gunnarsson kemur hér og hann komið í gegn og skorar! Sigurður Gunnarsson skorar hér 19. markið. Já, þetta mark var gaman að sjá. Sigurður Gunnarsson hefur gert 2 mörk nú í upphafi síðari hálfleik. Hér kemur 19. mark Íslendinga, 4 marka munur. 19-15. Og Héðinn Gilsson sterkur í vörninni, full harður af sér, segja dómararnir. Og Héðinni er vikið að leikvelli, hann verður utanvallar næstu 2 mínútur. Þorgils Óttar fór þá einnig á eftir honum og Alfred Gíslason kemur inn á í vörnina. Alfred geysilega sterkur varnarmaður, það fengið að sjá hér í B-keppninni. Og hvað skeður hér hjá Pólverjum? Það virðist fátt á Pólverjum. Þeir kunna fá ráð til þess að brjóta íslenska liða bak aftur. Og hér ver Guðmundur Hrafnbjörnsson. Jójó, þetta var rétt. Og Alfred, æjæj. Hver miskilningur hjá Alfred og Kristjáni og Guðmundur, æjæj. Hann kom ekki neina vörnu við þegar Milosevski var hér einn og óvaldaður á vítateig Íslendinga. Sem við sjáum hér. Það var nú nálagt í að verja þetta en Guðmundur. 16-19. En þá er Íslendingar aftur komnir í sókn, Sigurður Gunnarsson og boltinn út af og það eru Pólverjar sem fá innkastið. Óttar Venta og aftur út í hornið á Milosevski og enn skorar Milosevski. Það þarf nú að fara að stöðva þennan Andrzej Milosevski í vinstra horninu. Hann er búinn að skora hvert marki af öðru fyrir Pólverja og nú 2 mörk í röð og hefur náð að minnka muninn í 2 mörk. Ísland 19, Pólland 17 og það eru enn 23,5 mínúta til leiksloka í þessum úrslitaleik hér í París. Hér kemur Kristján Arason og Alfred og Mang! Mark! Þetta er ótrúlegt. Sjáu þetta mark. Frábært mark, 5. mark Alfred Gíslasonar í þessu leik. 20. mark Íslendinga, 20-17. Og Héðinn lokar vel af Adam Davidsson, nummer 10. Tusinski, nummer 7. Davidsson, og hann brennir af. Davidsson brenndi hann af. Nú skulum við skora á þessari sókn, Kristján Arason. Héðinn, Alfred nú komið út í horn í vinstra megin. Þá vill Óttar skipta fara yfir í venjulegt leikkerfi. Þorgils Óttar kemur inn á, hann fer á línuna. Sigurður Gunnarsson kemur inn á miðjuna. Sóknarleikinn og hann er komið hér.
Og hér er Kristján Arason komin í gegn og Góljafn á loka en Þorkels Óttar skorar hér. Þorkels Óttar Matthísen skorar hér. Það er gaman að sjá gömlu félagann í FH. Hann er alltaf vel vakandi á línunni, hann Þorkels Óttar þegar Kristján Arason brýst í gegn eins og við sjáum hér. 21-17. Já, nú kannast ég við strákana 9. Við höfum náð að auka munin aftur í 4 mörk. 21-17. Og nú verður Geir Sveinsson að fara að velli. Þeim þykir hann og harðhendur í vörninni. Ég er samþykkur því að Geir Sveinsson sé harður varnarmaður. Geysilega sterkur varnarmaður Geir Sveinsson. Og við Íslendingar eru þá aftur einum leikmanni færri gegn fullskipuðu liði Pólverja. Og hér skorar Gregors Zubos af línunni 18. mark Pólverja. 21-18. En hvað skeður í þessari sókn? 21 mínúta er enn til leiksloka hér í París. Og spennan í algleymingi innan vallar sem utan. Bjarki Sigurðsson, Kristján og aukakast. Og nú braunar Pólverja fram. Og þeir skora! En er það Milo Sinski sem skorar fyrir Pólverja. Þetta er búinn að skora 5 eða 6 mörk í Milo Sinski. Og 1-19. Við skulum vona að strákarnir láti þetta mark Milo Sinski ekki slá sig út af laginu. Hér eru þeir komnir í sókn. Bjarki. Og hér kom Davidsson hressilega á móti Bjarka á 10. Holland 19, Ísland 21 eins og sjá má Og þá Alfreð Sigurður og Kristján. Hér er hann komin í gegn og hann skorar. Þetta var glæsilega gert. Hann skoraði í horni næst. Sjáum við hvernig það fer að þessu. Alfreð, Hanna Kristján Arason. Þeir eru búin að vera atkvæðameistarar í þessu leik. Kristján Arason og Alfreð hafa báðir skorað 5 mörk. Þriggja marka munurinn í 22-19. Og en hér skorað leikmaður úr 15, Richard Amtjak. 20. mark Pólverja. Skorað á báða bóa nú þessar mínútur. Enn er munurinn 2 mörk, nú Ísland 22, Holland 20. Og hér missum við boltan. Og Pólverjar bruna fram. Þurfum að taka mótið. Það er Milo Sinski sem er í vinstra horninu. Og þá er það Zubos og Kristján Arason til varnar, aukakast. Gilsson er komin inn á. Þá er það Milo Sinski, Amtjak og höfuðfullskipið að 9. Hvað skeður hér? Guðmundur Hafninsson er að verja. Og hér aftur og hvað gera nú Jónsdómurinn? Er vísa Kristjáni Arasoni af leikvelli. Þetta er svo vitleysa. Þetta vildi ég gjarnan fá að sjá aftur hjá frönsku sjónvarpsmönnunum. Kristján Arason er að vonum ekki ánægður með þennan dóm og ég er alveg sammála Kristjáni í þessu. og 22, tveggja marka munur Íslendingum í vil. Og þeir missa hér boltan, Pólverjar. Þeir missa boltan út af. Og íslensku
strákunni leggja nú á stað í sóknina. Nú sjálfsagt að fara að öllum með gátt. Og nú kemur Sigurður Sveinsson inn á. Hann hefur aðeins þrívegis komið við sögu í þessu leik. Hefur þrisvar sinnum komið inn á til að taka vítaköst, skoraður úr þeim öllum. Hér er Héðinn Gilsson, Alfreð, Sigurður, Bjarki, Sigurður Sveinsson. Og Bjarki kominn úr haldinu og skorar! Bjarki Sigurðsson skorar hér. 23-20. Já, það er ekki nokkru máli skipta þótt Íslendingar séu einum eða jafnvel tveimur leikmönnum færri. Pólverjar ná ekki stöða þá. Þeir ná ekki stöða Bjarka hér. 23-20. Og Mótor Venta komin hér, skoti stöð, þá Milosivski og enn vippar af boltanum yfir Guðmund Hrafnsson. Það er alveg ótrúlegt hvað hann er búinn að skora mörg hér úr vinstra horninu, Andrzej Milosivski. Hér skorar hann 21. mark Pólverja. 23-21. Og dæmt skref á Íslendinga og hraðumlöp hjá Pólverjum og hann skeður hér þeir skora. Nú er farið að fara mig. Hér skoraði Zbigniew Blechots. 22. mark Pólverja. Pólverjar hafa náð að minnka muninn niður í 1 mark. Þetta er minnsti munur sem hefur verið allt frá upphafsmínútum þessa úrslitaleiks hér í París. Og nú er ég viss að íslensku áhorfendur taka vel við sér til að hvetja strákana okkar til sáða. Ísland 23, Pólland 22. Enn eru 16 mínútur til leiksloka hér í París. Alfreð Sigurður Gunnarsson, Kristján Arason kominn inn og aftur og þá Alfreð og mark! Þetta er hreint frábært. Þetta var kærkomið mark. Hér skorar Alfreð Gíslason eftir góðan kafla Pólverja. Við höfum aftur náð 2 marka hornskoti. Þetta var 7. mark Alfreð í leiknum. Ísland 24, Pólland 22. Hér er harður slagur á línunni. Það er erfitt fyrir pólska línumannin Subos að komast á milli sterku varnarmanna Íslendinga. Hér er Milosivski í horninu. Hvað skeður út? Nei, nú náði Guðmundur Hrafnsson að loka markinu fyrir Milosivski. Þetta var vel gert Guðmundur Hrafnsson. Og nú er síðari hálfleikur nákvæmlega hálfnaður í þessum úrslitaleik og hér stöðva dómararnir leikinn. Hvað er nú að ske hér við borðin hittara? Ótti sjálfarinn fær sennilega áminningu hér. Já. Pólverjum farið að hlaupa kastinn. Pólska þjálfarunum mikið að leikvelli. Nátti betur. Hann lætur svo vittust að hann hefur síðan línuna. Þá er leikurinn hafinn á ný, eins og sjáum á. Tæplega 15 mínútur til leiksloka. Og 22. Veggja marka munur Íslendingum í vil og hér kemur Sigurður Gunnarsson, Kristján Arason, Alfreð og mótum til horn á Jakob. Náttúrulega tæpar að standa hana. Alfreð, Kristján og ákvæður að dæma. Dæma hér aukakast á Íslendinga. Ekkert miljón í þessa dómgæslu. Það þýðist ekki deila við þessa dómara fyrir umörinn aðra. Hér í B-keppninni, hér sjáum við Bóman Kovarsik. Það gefur strákunum sínum góð ráð nú. Og hér skora Pólverjar. Það var Zbigniew Blechots sem komst þarna inn úr hægra horninu og minnkar muninn aftur niður í 1 mark.
Þetta er ótrúlega spennandi. Leholt skora hér 23. mark Pólverja. Ísland 24, Pólland 23. Sigurður Gunnarsson út í hornið á Bjarka og hvað gerir Bjarki hér? Hann skorar! Bjarki Sigurðsson skorar hér 25. markið. Þetta er fyrst ótrúlegur úrslitaleikur hér í París. Frábær handsetningur, frábær mark á Bjarka. Eins og sjáum hér. 3. mark Bjarka í leiknum. Ísland 25, Pólland 23. Hér kemur Bóndar Vesta og reynir að komast fram hjá keðinni Gilsinni. Hann finnur þar enga leið fram hjá keðinni. En Pólverjar halda áfram og skot í varnarvegginn og nær ekki Guðmundsboltanum. Nei, þeir segja hann hafi náður mót seint. Boltinn hefur komin aftur fyrir endamörk. Pólverjar fá því hornkast. Og hér kom frumuskot frá Zygmunt Luzinski. Íslenska vörnin var ekki vel á verði hér eins og við sjáum. Frumuskot hjá Luzinski. Og enn er munurinn 1 mark, 25-24, Íslendingum í vil. Jakob kemur hér út í horninu, Sigurður hér á miðjunni, þá Kristján Arason, Bjarki, Sigurður og Bjarki. Sjáu þetta mark! Þetta er hreint frábært! Bjarki Sigurðsson komur úr horninu og það er hann sem skorar hér með þrumuskoti úr uppstökki. Í bláhornin. Stórkostlegt. Sjáuð fyllin. 26-24. Og hér nær Bjarki boltanum og bruna fram. Skorar hann gegn 27. markið. Nei, hér lokaði Dúdek markvörður Pólverja sem nýkominn inn á markinu fyrir Bjarka og það er Guðmundur Hallgrímsson sem er hér frá Milošinski. Já, það er komið tími til þess að loka þennan Milošinski. Það gerir Guðmundur Hallgrímsson, það gerir Keðin hér. Og hér var slegið á móti Keðni. Boltinn hér hátt upp fyrir Jáfur. Slegir í 20 metra aftur fyrir endamörkin. Zoltán Kovalček er að líta á klukkuna. Það eru nákvæmlega 11 mínútur til leiksloka hér í Bercy íþróttahöllinni í París. Vítakast fyrir þetta brot á Héðinn Gilsson og Sigurður Sveinsson kominn nú á vettvang. Og hann skorar! Sigurður Sveinsson skorar hér 4. mark sitt úr vítakostum í þessum úrslitaleik. Honum bregst ekki skotið minn, hún er Sigurður Sveinsson í vítakostunum. 27-24. Þriggja marka munur. Tekst strákurum okkar að halda þessu til leiksloka. Hér fá Pólverjar aukakast. Og hér verður Guðmundur Hallgrímsson og finnar boltanum. Það er Geir Sveinsson og hann fær aukakast. Guðmundur Hallgrímsson varði hér frábærlega vel frá Ansak. Og nú hér eru íslensku strákarnir að leggja stað. Nú er geysileg stemning að nýju hér í Bercy höllinni í París. Ég hef aldrei trúað því að sitja hér í 18.000 manna höll og heyra úr öllum áttum hljóma Ísland, Ísland, Ísland. Og hér er frábær sending á Þorgilsson og mark! Frábært! Og heyriði fagnaðarlætin, Íslendingar og Frakkar fagna þessu marki. Þorgils Óttars Matthísen. 4 marka munur. Já, ég held að þessi komið. 4 marka munur. Ísland 28, Pólland 24. Það eru enn 9 mínútur til leiksloka. Bóndar Vesta reynda að koma boltanum fram hjá Héðinn Gilsinni. Og hvað er að gera nú?
Júgoslavnesku dómarinn. Hotnamaðurinn Lehos, hann sýnir, eða línumaðurinn Dubos, liggur hann eftir vellinum. Það verið að kalla einn Íslendinga af leikvelli, ég hef ekki betur séð. Hver það? Nú líkt mér á það, það Geir Sveinsson. Og það þýðir þriðja áminningin og leið brottvísun að fullu úr leiknum. Já, Geir Sveinsson kemur ekki meira til sögu í þessu leik. Geir fékk hann sína þriðju brottvísun og hann verður því að fara leikvelli fyrir fullt að. Og nú gert því á leiknum. Það verður að þurrka svitan á gólfinu. Og nú spennan farin að tegja til sín bæði hjá mér og öðrum áhorfendum hér í París og sennilega öllum áhorfendum heima á Íslandi. Það eru 9 mínútur til leiksloka hér í París. Og hvað gera Pólverjar nú? Þeir hafa fullskipa lið. Og við náum hér boltanum! Jakob Sigurðsson! Á Kristján Arason. Já, það alveg sjálfsagt að róa það núna. Tíminn vinnur með okkur. Við erum einum leikmanni færri. Jakob og Alfred og Sigurður Gunnarsson og Kristján Arason tekur úr umferð. Jakob, Alfred, Sigurður. Hvað er hann gerð? Hann komur í gegn! En hér lokaði Dúdek markinu. Hann náði ekki nógu fyrstu skoti af Sigurður Gunnarsson og Pólverjar bruna hér fram og Bjarki nærri boltanum. Já, þetta var vel gert, Bjarki Sigurðsson. Og nú er Íslendingar komin af stað aftur og ég það, Bjarki. Og Sigurður. Og Bjarki kemst hann inn á hotinu, hann kom í gegn. Æ, boltinn í þverslóna. Boltinn í þverslóna, hér lék lánið við Pólverja. Ég þoli vanda þetta spennuleikur. Það er enn 8 mínútur eftir og hér er Dubos kominn gegn og skorar 25. mark Pólverja. Ísland 28, Pólland 25. Og enn eru Íslendingar einu leikmanni færri. Kristján Arason og Alfred og hann reynir af. Við megum ekki fá slæman leikhamla nú síðustu mínútar þessa leik. Pólverjar bruna hér fram. Mótan Venta kemur hér og Kristján Arason lokar hann af. Á Lehos, Venta aftur. Hér kemur Héðinn út á móti Venta og hann brendi hér af. Já, þetta er allt í lagi. 28-25. Þriggja marka munur Íslendingum í vel. 6 mínútur og 45 sekundur nákvæmlega til leiksloka í þessum úrslitaleik. Íslendingar hafa nú fullskipa liðið að nýju. Þeir eru Jakob, Alfred, Sigurður Gunnarsson. Bjarkir í hægri horninu og inn á línunni er Þorkell Óttar Matthísen. Og Bjarki, Alfred. Og nú er Kristján tekur umferð þegar hann laus á gæstunni. Sigurður, ykkur er vandræðum þarna. Og hann lyftir fénu og þeir dæma ruðning á Sigurð, júgoslavnesku dómarnir. Hér kemur Mótan Venta og Guðmundur Hrafnsson er að verja og hann tók boltanum á línunni, aukakast. Við náum hér boltanum. 5 mínútur og 55 sekundur eftir. Þorkell Óttar Matthísen með skot í gólfið og í þverslóna. Þetta er ótrúlegt. Og hér kemur Venta enn einu sinni. Og Guðmundur nær að verja, en allt fyrir ekki. Dómarnir hafa dæmt Pólverjum aukakast. Sjáuð minn mann, Mótan Kovalsik. Nú var hann orðið næstur eins og allir hér í Íþróttahöllinni í París. Og Gunnar Þór Jónsson læknir hefur í mörg horn að líta.
Leikurinn hefur stöðvaður, nú eru 5 mínútur og 32 sekundur nákvæmlega eftir, 3 marka munur, Íslendingum við vil 28-25. Og finnar hér boltanum, það er Dúbos Volski og hann fær aukakast. Og Guðmundur er hér að verja frá Kusinski og aukakast. Við erum komin á stað, Héðinn, og hann taktur aðeins rólaður. Já, róið þetta aðeins, piltar. Róið þetta aðeins, tíminn vinnur með okkur en ekki Pólverjum. Nú er 5 mínútur nákvæmlega eftir að leiknum. Jakob, Alfred, Sigurður Gunnarsson. Enn eru þeir á ferðinni. Hér er Sigurður Gunnarsson og Alfred. Og harður slagur hann inn á línunni. Og það var Bóndan Venta sem átti hann í höggi við Þorgils Óttar Matthísen. Og þetta sáu júgoslavnesku dómararnir og hér hastrar Bóndan Venta fyrirliði Pólverja af leikvelli. Hann tók þarna Þorgils Óttar og skellmark, ég sá ekki betur. Bóndan Kowalczyk lítur hér upp í loftið, hann er að líta á klukkuna. Og nú voru 4 mínútur og 30 sekundur nákvæmlega til leiksloka í þessum æsispennandi úrslitaleik. Alfred og hann er tekinn hér föstum tökum. Þeir kringdu hann í honum, Davidsson. Já, spennan er yfirþyrmandi hér í París. Sáum það Bóndan Kowalczyk. En hvað gera lærisveinar hans hér? Hér náði Dúdek að verja frá Kristjáni Arasinni. Og Pólverjar leggja hér stað sókn, það er nákvæmlega 4 mínútur eftir. Pólverjar einu leikmanni færri og hér er Héðinn Gilsson, fastur fyrir vörninni og félagi hans í FH Þorgils Óttar einnig. Og Bjarki lokar nú vel af Milosínski í vinstróðinu. Ansak fær hér óblíðar viðtökur í íslensku vörninu og Þorgils Óttar Matthísen verður að fara að leikvelli. Hér verður Þorgils Óttar Matthísen að fara að leikvelli. Það verður utanvallar í næstu 2 mínútur og enn eru við einu leikmanni færri. Og hér ver Guðmundur Hrafnsson frá Ansak. Hvað eru dæmin? Hún á aukakast. Pólverjar að fá hér aukakast. 3 marka munur, 3 mínútur eftir að þessum úrslitaleik hér í París. Ísland 28, Pólland 25. Og enn hefur þessi sókn Pólverja ekki borið árangur. Hér er Guðmundur Hrafnsson frá Milosínski. En Pólverjar fá hér aukakast. Já, ég held að þetta sé að koma. Ansak og Guðmundur ver. Guðmundur Hrafnsson ver. Sá er búinn að standa fyrir sínum Guðmundur Hrafnsson í þessum leik. Og hér fáum við boltan þegar að 2 mínútur og 28 sekundur eru til leiksloka. Nú ég held að þessi komið. Ég held að Íslendingar beri hér sigurorð af Pólverjum með þessum úrslitaleik. Og nú er mikið starra hvar stíð hér og Alfred skorar. Alfred Gíslason skorar hér 7. markið í þessu leik, 29. mark Íslendingar. Já, nú er gaman að vera Íslendingur hér í París. Sjáu þetta mark, Alfred, 29. markið, 29-25. Og held ég þessi komið. Og þeir verjast vel strákarnir. Pólverjar komast ekkert áleiðis. Íslendingar hafa haft yfirhöndina allan þennan úrslitaleik og hér verður Guðmundur Hrafnsson enn einu sinni. Frábær markvörður Guðmundur Hrafnsson. Hann hefur hingað til staði í skugga Einars Þorvarðarsonar. Einar Þorvarðarson meiddist á fyrri hálfleik. Þá kom Guðmundur Hrafnsson og hann er búinn að verja eins og berserkur síðan. Hér kemur Jakob. Bjarki kominn í gegn og þetta er vítakast. Þetta er ekkert annað vítakast. Já. Auðvitað þetta vítakast. Íslensku strákarnir farnir að fagna sigri. Það er ótt að gera það. Íslendingar góðir. Strákarnir okkar þegar að bera sigurorð af Pólverjum
hér í úrslitaleik B-keppninnar í handknattleik. Sigurður Sveinsson er kominn hér. Skorar hann hér úr 5. vítakastinu. Nei, hér varðið Dúdek. Og Pólverjar fá boltann, staðan enn 29-25. Og eins og sjáum á klukkunni, aðeins 3 mínúta til leiksloka. Þetta er komið hérna Sigurður Síðuhöfn. Dóttu Lúsinski, Zbigniew Lúsinski skoraði hér 27. mark Pólverja. Það skiptir ekki nokkru máli. Það skiptir engu máli hvort við vinnum Pólverja með 2, 3, 4 marka mun. Og hér er Þorgils Óttar. Alfreð Óttar og hæði dæma á ruðning hérna. Pólverjarnir dæma, júgoslavnesku dómarinn dæma ruðning og við fáum í boltann aftur. Nei, hvað er þetta ég? Nú bara slagsmál hérna. Hér verður Sigurður Gunnarsson að fara að leikvelli. Þetta er svo þrugg hjá júgoslavnesku dómarunum. Sigurður Gunnarsson skilur ekkert í þessu. Bjarni Fel skilur ekkert í þessu. Og ekki skilja í íslensku áhrifnar nokkuð skapar um þessu hendur. En klukkan gengur hér. Við þau sjáum við. Það eru 23 sekundur eftir. Pólverjar komnir hér stað. 29-26. Og hér náum við boltanum. Hér náum við boltanum. Og síðustu sekundar eru okkar. Alfreð, Siggi Sveins. Heyriði nú, 5 sekundur eftir. 4. Og hér Dúdebakson. Heyriði nú. Íslendingar eru sigurvegarar í B-keppni heimsmeistaramótsins í handknattleik. Þetta er einn stórkostlegt. Ég hef aldrei séð annað eins. Sjáið, það er einhver líkara en við séum orðnir heimsmeistarar. Þetta er frábær frammistaða íslensku strákana hér í B-keppninni. Við höfum sigrað, við höfum unnið Pólverja í þessum úrslitaleik með 29 mörkum gegn 26. Þetta hefur verið ógleymanlegur leikur. Frábær handknattleikur á báða bóga, bæði hjá Íslandingum og einnig Pólverjum. Hér fagna strákarnir okkar sigri. Þeir eiga sigurinn fyllilega verðskuldaðan. Þeir sóttu sig með hverjum leik allt fram í þessum úrslitaleik. Pólverjar komu til þessum úrslitaleik. Eina liðið sem ekki hafði við ósigur, en aftur ekki. Það voru Íslandingar sem hafðu tökk og haldir í þessu leik undir verðskuldaðan sigur. Sjáið þið, hér er hetjan Bóðan Kowalczyk. Strákarnir kunna að þakka Bóðan Kowalczyk. Frábært starf. Þetta var skilið íslenska þjóðin. Ætti líka að þakka Bóðan Kowalczyk sem nú sennilega lætur að störfum sem landsliðsþjálfari. Ég geri það tillögu minni hér og nú að Bóðan Kowalczyk verði sendur fálkaorðunni fyrir frábært starf í þágu íslenskra íþrótta. En þessi voru hreint frábært hér í París í dag. Stórkostlegur árangur íslenska landsliðsins í handknattleik. Við Íslandingar eru sigurvegarar í B-keppni heimsmeistaramótsins í handknattleik. Við bárum sigurorð af Pólverjum hér í úrslitaleik í dag með 29 mörkum gegn 26. Og samkvæmt mínum kokkabókum skoraði Alfreð Gíslason 7 mörk, Kristján Arason og Þorgils Óttar Matthísen 5 mörk hvor. Sigurður Sveinsson skoraði 4 mörk öllur vítaköstum. Bjarni Sigurðsson skoraði einnig 4 mörk. Sigurður Gunnarsson skerði 2 mörk. Héðinn Gilsson og Jakob Sigurðsson sitt markið hver. En allir eiga strákarnir heiður og lof skilið. Þeir stóðu sig allir eins og hetjur í þessu leik. Hvort sem þeir skoruðu 7 mörk eða ekki neitt. Sagði stundum sög sæfara í krökkum ólgu sjó sem sögðu hver með annan nú liggur lífið við. Gerum betur, við gerum okkar besta og aðeins betur en það er það sem þarf.
Gerum okkar besta og aðeins betur en það sem þarf. Við látum menn standa fram úr ermum, við látum menn standa fram úr ermum, við látum menn standa fram úr ermum og ekkert gras. Við látum menn standa fram úr ermum, við látum menn standa fram úr ermum, við látum menn standa fram úr ermum og ekkert gras. Síðan voru frængurnar í fyrr á ferð á milli bæ í miðjum maí. Brast á oss veður, þær gáfust ekki upp, sögðu gerum betur, við gerum okkar besta og aðeins betur en það sem þarf. Við gerum okkar besta og aðeins betur en það sem þarf. Við látum menn standa fram úr ermum, við látum menn standa fram úr ermum, við látum menn standa fram úr ermum og ekkert gras. Vegna meiðsla í öxl leit út fyrir að Alfred Gíslason gæti ekki leikið af fullum krafti í B-keppninni í Frakklandi. Nú þurfti snör handtök og þá kom EMS forgangspóstþjónusta að góðum notum. Hringt var til Svíþjóðar og aðilar þar beðnir að senda sérstaka hitalíf til Frakklands með EMS forgangspósti. Á hádegi daginn eftir kom sendimaður póstþjónustunnar með hlífina. Innan við sólarhringur hafði þá liðið frá því hlífin var sett í póst og þar til hún var komin á áfangastað. Það þarf ekki að fara mörgum orðum árangur liðsins og Alfred Gíslason var kosinn leikmaður keppninnar. EMS átti stóran þátt í því. EMS berst hratt og örugglega.